Það Birgir, svekkjandi tap á móti Eistum í dag, en samt svona eitthvað jákvætt við þessi frammistöðu. Jú, bara fullt jákvætt sko, bara fullt af hlutum sem við getum tekið til að læra af. Bara fyrri hálfleikurinn bara mjög lélegur, mjög slappir. Allir bara frekar soft og hefðum getað gert miklu betur sko. Þú voru konur með það þarna á lokakaflanum einhvern veginn. Já. Ekki svekkjandi að hafa ekki náð að kríu út sigur eftir þessa rosalega endingu? Jú, 100% sko. En þú veist, seinni hálfleikurinn þá bara spilið eins best og við getum spilað sko. Þannig ekkert að taka ykkur marga mistökur úr seinni hálfleikurinn, bara eitthvað óhapp og bara óheppni sem gerist. Hafa væntanlega eitthvað verið búin að undirbúa okkur fyrir þennan Íslandsleik, var eitthvað sem kom okkur á óvart? Nei, ekkert þannig sko. Við fengum mjög litla svona, þú veist, scouting og eitthvað þannig, við vissum ekkert hverju við vorum að búast við sko. Og margir nýir, margir á yngri ári sem voru í því liði, þannig við þurftum bara að taka scoutinu bara með að leikurinn gerðist bara. Stutt á milli, það er bara 24 tímar í næsta leik, það er Danmörk á morgun, gífurlega sterkt danslið sem þið er að mæta. Hvað þurfum þið að gera til þess að ná í úrslit? Bara sem við gerðum ekki í þessum leik, bara koma með orku sko, bara frá byrjun, bara persónulega og fullt á öðrum gaurum. Þannig, og ef við gerum það, þá getum við bara komist eins langt á við viljum sko. Kærar þakkir Birgir, gangi ykkur vel á morgun. Takk.